Kæri útskriftarnemendur, foreldrar og starfsmenn grundaskóla, verið hjartanlega velkomin á útskrift árgangs 2009. Í dag gleðjumst við með nemendum okkar sem standa nú á tímamótum en framundan eru spennandi tækifæri og ýmsar áskoranir. En við erum einnig leið þar sem þessi efnilegur hópur nemenda mætir ekki til okkur í haust en þau hafa öll og þið krakkar og ykkar hátt gert grundaskóla að þeim skóla sem hann er í dag. Ég ætla aðeins að fara yfir með ykkur dagskrá dagsins, en Sigurður Arnar Sigurðsson skólastjóri byrjar dagskrána á að flytja ykkur ræðu. Á eftir Sigurði mun afhending einkunn á viðurkenninga fara fram. Síðan ætla þeir Nói og Max að spila fyrir okkur hérna á gítar. Þar á eftir koma nemendur og flytja kveðju fyrir hönd 10. bekkinga. Það eru þau Tinna, Aldís, Karen og Ari Úlrik. Að því loknu mæti teymið ykkar, kennararnir og stuðningsfulltrúar og flytur ykkur kveðju. Síðan fyrir hönd foreldra eru það svo Viktor, Elvar og Hannibal sem ætla að flytja kveðju. Og svo náttúrulega rúsínurnar í pylsuendunum, það eru þið sem ætla að kveðja með lagi úr söngleiknum Vítahring. En við munum bara eiga notalega stundina saman, þetta er ykkar dagakrakkar eins og við ræddum í morgun. Og njótið þess. Gjör svo vel, Sigurður. Ágætu nemendur, foreldrar og aðrir gestir. Það er komið að útskrift skólárið 2024-2025. Að baki er starfsamt og skemmtilegt skólár. Grundaskóli var settur á þessu skólári mánudaginn 23. ágúst 2024, en skóli tók hins vegar fyrst til starfa þann 7. október 1981. Skólasaga Grundaskóla er afar farsæl til þessa og framtíð skólastarfsins er björt. Nú í lok skólaársins eru 690 nemendur í skólanum sem er nánast sami nemendafjöldi og var á síðasta skólaári. Nemendur skiptast í 31 bekkjadeild í 1. til 10. bekk og eru tæplega 23 nemendur að meðaltali í hverjum bekk. Í ár eru við að útskrifa 69 nemendur úr 10. bekk og árgangur nýnema sem er að innritast er álíka fjölmennur. Starfsmenn grundaskóla eru samtals 120 í miðstórum stöðugildum, kennarar eru 75 að skólastjórn og stóðdeild með meðtöldum og aðrir starfsmenn 45. Þetta skólaár fer líkt og skólárið í fyrra í sögubækurnar sem ár byggingaframkvæmda og mikilla breytinga. Þetta hefur verið erfiður tími en á vissan hátt einnig lærdómsríkur. Skólasamfélag á Íslandi og víðar tekst á við mikla breytingar tengt miklum tæknibreytingum og samfélagsbreytingum almennt. Hlutverk skólans vex og kröfurnar stigmagnast með hverju árun sem líður. Innleiðing svokallaðra farsaldalaga gengur vel en ljóst er að mikið verk er framundan. Það er óraunhæft að ætla skólafólki að leysa öll heimsins vandræði tengt uppeldi barna. Nú þarf að huga betur að samvinnu og samstarfi allra aðila. Reglulega má lesi greinar í blöðum eða hlusta á þætti í fjölmiðlum þar sem spurt er hvað ætla skólar að gera í þessu og hinu. Í þessar umræðu er sjaldnast verið að ræða um menntamál, heldur miklu frekar heilbrigðis- eða barnaverndarmál. Geðheilbrigðismál eru til dæmis vaxandi verkefni í okkar starfsumhverfi. Það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig, segir í þekktum lagateksta. Hlutverk foreldra er ótrúlega mikilvægt. Að leiðbeina börnum sínum, veita þeim aðhald og setja mörk. Ekkert okkar mun efla spara er rætt hugsanlega galla eða veikleika. Því allir geta gert eitthvað en enginn getur gert allt.
Í skóla- og uppeldismálum mikilvægt að byggja upp á jákvæðni og tiltrú. Skóla og heimili verða að stilla strengi sín og vinna betur saman. Það mikið í húfi að vel takist til. Reynsla annarra þjóða segir okkur að við verðum að bregðast við og það strax ef við ætlum ekki að standa frammi fyrir alvarlegum vanda á næstu árum. Á liðnum árum höfum við verið minnt rækilega á hversu mikilvægt það að standa saman og hjálpast að sem ein heild. Lykill að velgengni að hugsa lokamarkmið en ekki tímabundin vandamál. Það eru fjölmargir dagar sem ég hef unnið, sem unnið hefur verið fram á nótt í grundaskóla, þar sem kennarar og annars skólafólk hefur unnið að endurskipulagningu skólastarfsins vegna húsnæðismála eða annarra vandamála sem komu upp. Ég hef oft hugsað þegar höfuðið komið á koddann eftir erfiðan vinnudag, hvar við værum ef við hefðum ekki svo öflugt starfslið. Það nefnilega ekki sjálfgefið að hafa metnaðarfullt og öflugt starfsfólk. Mönnunarvandi í mennta- og heilbrigðiskerfi landsins vaxandi vandamál. Í umræðum foreldra oft rætt til dæmis hversu slæmt það að hafa ekki sama umsjónarkennari í nokkur ár í röð meðan raunveruleikinn sá að margir skólastjórnir hafa leitað logandi ljósi að kennurum til mannastöður og halda starfi úti. Á sama tíma og ytri vandræði steðja hafa menn lagt ótrúlega vinnu í að hanna nýjan grundaskóla og móta skólastað til framtíðar. Það ekki bara tímamót tengt húsnæðisaðstæðum. Frumkvöðla láta nú á störfum hver og öðrum og yngra fólk tekur við keflinu. Við skólalok nú stíga til dæmis 2 af okkar reyndustu starfsmönnum frá borði. Það Petrún Sveinsdóttir og Barbara Davies sem hafa verið stuðningsfulltrúar langan tíma en þær hætta nú störfum eftir langt og farsælt starf með nemendum grundaskóla. Mér finnst vel við hæfið gefið þeim gott klapp. Takk fyrir. Í haust mun grundaskóli taka miklum breytingum. Við fáum meðal annars 14 nýja kennslustofur, nýtt skólaíþróttahús, ný og endurhönnuð skólalóð og margt fleira. Ný menntastefna verður innleidd og á örfáum árum hefur ný kynslóð kennara tekið við keflinu. Á þessum tímapunkti ástæða til að hrósa nemendum, starfsmönnum og skólasamfélaginu öllu fyrir gott starf. Framtíð skólans björt. Margar umsóknir hvert laust starf. Starfsánægja mælist mikil, námsárangur og líðan nemenda mælist eins og best gerist í skólakerfinu og rekstrarstaða skólans góð og fleiri mætti telja til. Faglega og skipulega munum við taka skref fyrir skref áfram og byggja nýja grundaskóla. Haustið 2025 verður skólahúsnæði eitt að glæsilegast í landinu, bæði hvað varða aðstæður og tækni. Á þeim tímamótum skólinn opna dyr sínar og kynna öllum bæjarbúum gjörbreyttar aðstæður. Þið eru öll hjartalega velkomin þá. Allt umhverfi okkar að breytast og það ekki bara við skólafólk. Það til þess ekki alltaf auðvelt fyrir foreldra að fylgja börnum sínum eftir þar sem samskipti fara stórum hluti gegnum stafræna miðla. Þetta áskorun sem reynir á samtal og samskipti á hverju heimili. Stafræn bylting reynir líka á skóla og skólafólk. Tengt nám og kennslu hafa mál þróast á góðan veg. Við sem störfum í grundaskóla viljum hafa reglu notkun á símum og tækjum og erum sannfærð að algjört frjálsræði sé ekki alltaf rétta leiðin. Við þurfum að læra að umgangast þessi tæki því annars munu tæki og tækni yfirtaka líf okkar með öllu. Nýjar menntarannsóknir beina okkur í eina átt. Það að varast ofnotkun þessara tækja og hlúa að samveru fólks og mannlegum samskiptum í raunheimum. Unga fólkið sem hér situr hefur sem betur verið ekki mikla áhyggjur af tækniframþróun. Þau ættu þó að hlusta vel á foreldra sína og kennara sem hvetja til þess að fara varlega.
Þau varnarorð eru sett fram af umhyggju og reynslu fólks sem veit hvað er að segja og vilja ykkur bara það besta í lífinu. Einn dag verðið þið líka foreldrar og gefið öðrum góð ráð. Ný tækni er einnig áskorun fyrir allt samfélagið því oft þróast umræða til dæmis í svokölluðum athugasemdadálkum í tóma vitleysu sem enginn virðist geta haft stjórn á. Það er ekki að undra þegar unga fólki segist ætla að fá sér popp og kók þegar hinir eldri ryðjast út á ritvöllin. Nýja mælingar á málþroska nemenda benda til þess að allt samfélagið þurfa að bregðast hratt við því það er hreint fall sem mælist í málþroskaraskunum. Og þrátt fyrir að mörg börn búi yfir lestararfærni þá eru þau einfaldlega hætt að skilja hvað þau eru að lesa. Íslensk tunga er í hættu og það er verkefni okkar allra að efla hana og styrkja. Lausnin liggur ekki í tækjum svo sem símum eða spjaldtölum, heldur enn og aftur í samtölum. Fólk verður að ræða meira saman og við börnin sín. Lausnin liggur heldur ekki í stöðlum samræmdum gömlum prófum eins og mikið rætt á hinu háa alþingi, en skýrt skal tekið fram að gott og vandað námsmat skiptir máli. Grunnskólarnar á Akranesi hafa fylgst grannt með umræðum einkunnaverðbólgu, en engin slík verðbólga mælist hér. Þvert á móti virðist röðun inn í framhaldsskólan reynast vel og nemendur okkar standa sig vel í framhaldsnámi. Þeim góða árangri ber að fagna. Grundaskóli hefur tekið stór skref tengt tækniþróun, enda er slík þróun afar mikilvæg. Í allri þessari þróun er markmiðið að tæknin gagnist okkur, en að skólastarfið sé ekki fyrir tæknina eða markaðsöflin. Það er margs að minnast frá þessu ári sem brátt er að enda. Óteljandi ánægjulegar samverustundir í öllum árgöngum skólans. Það sem stendur upp úr eftir þennan óvenjulega tíma er hversu allir stóðu vel saman, nemendur, foreldrar og starfsfólk, og í raun upplifðum aldrei nein vandamál, heldur frekar verkefni sem þurfti að leysa saman sem ein heild. Þegar allt kemur til alls, þá er samvera fólks, samvinna og félagsleg samskipti sem skipta mestu máli í líf okkar. Og langt væri að rekja hér öll þau fjölbreytt og skemmtileg skólaverkefni sem hafa verið unnin á skólaárinu, en mér langar þó að nefna eitt verkefni. Það er leiklistaverkefni sem 10. bekkur tók þátt í, Vítahringur, og var stærsta verkefni nemenda á þessu loka ári í grunnskóla. Þar stóðu þið ykkur frábærlega og margir unnu mikinn persónulegan sigur. Það er nefnilega mikill lærdómur fólginn í því að standa á sviði, leika, dansa og syngja. Kæru nemendur, stórt hrós til ykkar allra með þetta verkefni. Ég vil nota tækifæri til að þakka foreldrum og öðrum sem lögðu verkefninu lið með vinnuframlið og annan hátt. Þáttaka foreldra sem þessi er ómetanleg fyrir skólastarfið. Við Grundaskóla fáum árlega marga gesti í heimsókn. Allir þessi gesti segja það sama, en það er að í skólanum ríkir notalegt andrúmsloft, þar sem nemendur eru kurteisir og opnir og taka vel á móti þeim sem heimsækja skólan. Þetta er umsögn sem ég er virkilega ánægður með. Ég verð að tiltaka þó að það var gott að þessi gestir voru ekki hér í heimsókn þegar sumir af þeim sem nú eru að útskrifast úr skólanum áttu sínar óþekktar stundir. Já, gott fólk, þetta hefur ekki allt verið eftir bókinni. Því að líti yfir hópinn, þá er hér nokkri sem hafa setið á skrifstofu skólastjóra og þurft að útskýra sitt mál. Reyndar svo því ég lítið í foreldrahópinn og séð það líka þar. Hér inni eru foreldrar sem hafa þurft að mæta á staðinn til að fara yfir málin. Upp hafa komið spurningar svo sem hvað verður þeir eiginlega úr þessum börnum? Í dag höfum við svarið og getum glaðst yfir að þessi vinna og samdöf virðast hafa skilað miklum árangri.
Hér situr öflugur nemendahópur sem líkur námi, sem góðir vinir, einstaklingar sem hafa lært kurteisi og kunna að meta góð samskipti. Ungt fólk með mikla hæfileika og framtíðina fyrir sér. Lærdómur kannski að í óþekkt fólginn kraftur sem mikilvægt að nýta til góðra og uppbyggjandi verka. Það sáum við bæði börnum og foreldrum. Þessi orð á vissan hátt vitnisburðum ykkur ágætu útskriftarnemar. Þið hafið þroskast vel, elst á allan hátt og framhæfa verið miklar. Í dag yfirgefur skólan öflugur námshópur, hópur nemenda sem heldur utan hvern annan og mun án vafa standa sama hvert sem leið þeirra liggur. Þessa samstöðu og samkennd þarf að varðveita og hlúa vel að, halda í vináttuna. Á lífsins vegi liggja margar hættur. Fréttir í fjölmiðlum afleiðinga fíkniefnaneyslu, umræður ofbeldi og kúgun í samskiptum eitthvað sem veita athygli og forðast. Þegar reynir á gott að eiga góða að. Já, það rétt sem segir í laglínunni, góðu vinur getur gert kraftaverk. Ég vil hvetja ykkur nú öll til að halda áfram í námi. Margar og fjölbreyttar námsleiðir í boði og framtíðin ykkar. Hvert og eitt ykkar býr sannarlega yfir einstökum og ómetanlegum hæfileikum. Trúið því hvert og eitt að þið séð mikilvæg, að þið sem einstaklingar skiptið máli. Einhver daginn verðið þið mikilvægasta manneskjan í lífi einhvers vegna þess hver þið eruð og hvernig. Þeir eru sárafáir sem gangi gegnum lífið án þess að verða einhvern tímann fyrir vonbrigðum eða mótlæti. Með jákvæðu hugarfari, virðingu gagnvart samferðamönnum ykkar og ykkur sjálfum og trú á drauma framtíðar mun ykkur farnast vel. Það er ósk mín og von að ykkur muni farnast vel í hverju því sem þið takið ykkur fyrir hendur. Ég vona líka að þið eigi góða minningar úr grundaskóla og hugsið til skólans og kennarinn ykkar með hlýju nú og þegar framlíða stundir. Þið og foreldrar ykkar hafið á síðastliðum 10 árum átt ykkar þátt í að gera grundaskóla að góðum skóla. Fyrir það ykkur færðar þakkir. Við munum sakna ykkar en hlökkum til að fylgjast með ykkur glímaði verkefni framtíðarinnar. Ágætu útskriftarnemendur. Þetta ykkar staður, þetta ykkar stund. Ég vil hvetja ykkur til að vera duglega að koma í heimsókn og taka þátt í viðburðum, þrátt fyrir þið séu brátt útskrifuð úr grunnskóla, því grundaskóli verður alltaf ykkar skóli. Þið eru það bil að kveðja skólan ykkar og fá vitnisburðum árangur vetrarins afhentan. Eins og gengur niðurstöðurnar mismunandi. Ég vil enga síður nota þetta tækifæri til að minna ykkur á að einkunnur aðeins einn mælikvarði á árangur ykkar. Nemendur munu nú koma upp í stafrófsröð og taka á móti útskriftarskjölum og viðurkenningarskjölum eftir sem við á og ég ætla að biðja aðstoðarskólastjóra að koma hér upp og hjálpa mér við afhendingu. Takk fyrir. Nú reynir á okkur krakkar við æfðum þetta í morgun og svo þurfti að gera breytingar af því að það voru einhverjir sem voru ekki alveg sammála mér í þessu, en jæja. Aldís Ingibjörg Ísólfsdóttir. Aldís Karen Stefánsdóttir. Við ætlum að biðja þig aðeins að bíða hérna. Aldís Karen, hún hlýtur sem sagt verðlaun sem veitt eru fyrir góðmennsku, dugnað og hjálpsemi og það sem sagt úr minningarsjóði Lovísu Hrundar og ég ætla að lesa aðeins sem að fylgir því.
Minningarsjóður Lovísu Hrundar stofnaður í minningu Lovísu Hrundar Svavarsdóttur sem lést langt aldur fram þann 7. apríl árið 2013. Lovísa Hrund var fædd þann 5. október árið 1995 og uppalin á Akranesi. Foreldrar hennar eru Svavar Skarphéðinn Guðmundsson og Hrönn Ásgeirsdóttir og var hún yngst 4 systkina. Hún hóf grunnskólagöngu sína í Brekkubæjarskóla og lauk í Grundaskóla. Einnig stundaði hún nám við Fjölbrautaskóla Vesturlands. Lovísa Hrund var kærleiksrík og iðulega tilbúin að hjálpa öðrum. Alexander Almarsson, Alexander Fjell, Andrea Martins Oddsdóttir, Anna-Lísa Axelsdóttir, Ari Styrmir Almarsson, Ari Úlrik Hannibalsson, Arnór Breki Guðjónsson, Atli Freyr Bjarnason, Aþena Líf Vilhjálmsdóttir, Kristján Sturri Vatt, Daniel Guðjónsson, Daniel Mar Andrason, Davíð Leo Hafþórsson, Elín Anna Viktorsdóttir og Elín Anna, ég ætla að biðja hana að bíða aðeins, hún hlýtur einnig verðlaun, Lovísuverðlaunin, þannig að hérna, mér stóð ekki verið svona. Embla Kristín Guðmundsdóttir, ég ætla að biðja Emblu líka að hinkra aðeins, en Embla hlýtur sem hvatningaverðlaun bæjarstjórnar Akranes, en við útskrift nemenda í 10. bekk veitir Akraneskaupstaður 4 nemendum sérstök hvatningaverðlaun. Verðlaununum ætlað að vera viðurkenning fyrir góða frammistöðu í námi, íþrótta- og félagsstörfum og hvatning til að halda áfram á sömu braut. Enok Logi Ásgeirsson. Ég ætla að biðja Enok jafnframt að staldra við. Enok hlýtur viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur við útskrift grundaskóla 5. júní 2025 og hann hlýtur sér viðurkenninguna úr frá Guðmundi P. Bjarnarsyni og ég ætla að lesa aðeins sem að fylgir því. Guðmundur P. Bjarnason var fæddur á Sýruparti á Akranesi 23. febrúar 1909. Foreldrar hans voru Bjarni Jóhannesson, útgefandi á Sýruparti og kona hans Sólveig Freysteinsdóttir. Guðmundur átti lengst af heima á Sýruparti og starfaði sem netagerðarmaður og fiskmatsmaður á Akranesi, auk þess sem hann gerði út bátinn Bjarna Jóhannesson í félagi við bróður sinn. Guðmundur var virkur í félagsstarfi og öflugur stuðningsmaður margvíslegra skóla, menningar og íþróttamála í heimabyggð. Hann var til að mynda einn af stofnendum knattspyrnufélagsins Kára og Taflfélags Akranes. Guðmundur var ókvæntur og barnlaus. Skólaæska Akranes sýndi hann áhuga og umhyggju með því að stofna sjóð til verðlaunaveitinga þeim nemendum sem ná framúrskarandi námsárangri við burtfarapróf úr Brekkubæjarskóla, Grundaskóla og Fjölbrautaskóla Vesturlands. Tilgangurinn að hvetja til áhuga og iðni í námi.
Fyrst var úthlutun úr sjóðnum árið 1995 og hefur verið gert á hverju ári síðan. Ester Guðrún Sigurðardóttir. Eva Þóra Sigurjónsdóttir. Fjalar Þórir Óttarsson. Gunnar Bogi Hilmarsson. Gunnar Heimir Ragnarsson. Heikir Darri Hermannsson. Helena Ósk Somlata Einarsdóttir. Hilmar Oddur Arnórsson. Hrafnhildur Helga Arnardóttir. Hreinn Bergmann Sigurðsson. Ísak Theodor Eidem. Írena Rut Mareksdóttir Binkowska. Og ég ætla að biðja hana að staldra við því að Írena hlýtur jafnframt hvatningaverðlaun Akraneskaupstaðar. Ívar Vestley Baldursson. Jakob Daniel Margrétusson. Smá hérna. Jóel Birgir Ásþórsson. Jóhann Máni Ásþórsson. Jóhanna Vilborg Guðmundsdóttir. Jón Auðun Jónsson. Og Jón Auðun Hingras, hann hlýtur einnig hvatningaverðlaun Akraneskaupstaðar. Jónas Laxdal Aðalgeirsson. Judith Guðbjörg da Silva. Karen Líf Viðarsdóttir. Karína Matsakovits. Ég ætla að segja þetta, þó að það sé búið að segja við mig hérna. Það er nefnilega bara nokkur erfið nöfn sem ég þarf að bera fram og ég fór alveg heim með blaðið og æfði mig og krakkarnir hlógu alveg í morgun, ég sagðist það er bara allt í lagi. Þú veist, þannig ég beðst afsökunar ef ég ber þetta ekki nákvæmlega fram eins og á að gera. Ég geri mitt allra besta. Magga, má ég segja, þetta er mjög hentugt þegar þú stokkar hans að því ég er í smá vandræðum með að segja rólega. Þetta var gott innskot svona. Herðu, Katrín Lára Sveinbjörnsdóttir. Lena Sesselja Vitsal. Leila Jessica Kabia.
Linda Kristey Gunnarsdóttir. Og Linda, hún hlýtur einnig Lovísuverðlaunin, þannig að hún fyrir sína prúðmennsku dugnað. Lovísa Liljudóttir Daðadóttir. Maximilian Marek Sack. Margrét Magnúsdóttir. Og við ætlum að biðja Margrét að staldra hans við. Margrét hlýtur verðlaun úr Ingunnarsjóði. Ég ætla að lesa það sem að fylgja þessu. Ingunn Sveinsdóttir var fædd og uppalin á Akranesi. Foreldrar hennar voru Metta Steinunn Hansdóttir Hoffmann og Sveinn Guðmundsson kaupmaður. Menntun sína hlaut hún meðal annars í Kvennaskólanum í Reykjavík. Hún bjó lengst af á Akranesi og starfaði mikið af menningar- og mannúðarmálum. Stóð hún til dæmis að stofnun Kvenfélags Akranes og Akranesdeildar Rauða kross Íslands. Einnig lét hún sig varða námsárangur ungmenna í skólum bæjarins og veitti verðlaun þeim nemendum sem sköruðu fram úr í námi og prúðmennsku. Ingunn var gift Haraldi Böðvarssyni útgerðarmanni. Marta Sóley Helgadóttir. Nathan Dagur Berntsen. Nójus Vilimas. Nói Andersen Valdimarsson. Rakel Irma Aðalsteinsdóttir. Róbert Elli Vífilsson. Róbert Leo Steinþórsson. Er þetta ekki bara einn? Samuel Örn Ólafsson. Sindri Leo Róbertsson. Svava Guðfinna Ingvarsdóttir. Telma Kristín Ingvarsdóttir. Theodór Orri Arilíusson. Tinna Björg Jónsdóttir. Viktor Máni Ólafsson. Viktor Gasarski. Ég ætla að biðja hann að staldra líka við því að Viktor hlýtur einnig hvatningaverðlaun Akraneskaupstaðar. Viktoría Halldórsdóttir. Viktoría Telma Ólafsdóttir. Viktoría Vala Hrafnsdóttir. Þá kemur þessu strákar. Ladislav Karlanov.
Vladimir Moskowitz. Já, hann fyrirgefur mér þetta. Ég veit það. Þorgerður Sörudóttir, hún er fjarverandi. Þorsteinn Dagur Newton. Herri, ég held við ættum að gefa þessum flottu efnilegum krökkum gott klapp. Jæja, þá komið að næsta dagskrálið. Og nú ætlum ég að fá þá Nóa og Max til þess að stíga hérna á sviðið og spila fyrir okkur. Oh, dat denkt.
ætla að fokka upp svo mikið. Ég ætla að fokka upp svo mikið. A solitude, a concept you don't get. If you do, why aren't you leaving me alone? Just not ready to communicate just yet. I'm just trying to adjust to this so-called tone. Because the world is full of friendly faces that I don't wanna see. Another put on smile, a forced hello and faked interest in me. Because the world is full of friendly faces that I don't wanna see. Another put on smile, a forced hello and faked interest in me. Now comes winter time, I thought I'd be doing fine. But this world keeps weighing on this old back of mine. Another night with no sleep, it's another night wasted missing you. Another night with no sleep, it's another night wasted missing you. Because the world is full of friendly faces that I don't wanna see. Another put on smile, a forced hello and faked interest in me. Because the world is full of friendly faces that I don't wanna see. Another put on smile, a forced hello and faked interest in me. Takk fyrir! Aldeilis glæsilegt hjá drengjónum. Herru, þá ætla ég að bjóða á svið þau Tinnu, Björg, Aldísi Karen og Ara Úlrik sem ætla að flytja kveðju fyrir hönd 10. bekka. Gjörðu svo vel, krakkar. Kæru samnemendur, kennarar og foreldrar, komið sæl og verið velkomin á útskrift 2009 árgangsins. Við heitum Tinna Björg, Aldís Karen og Ari Úlrik og það okkur mikill heiður að standa hér saman í dag og flytja þessa ræðu fyrir hönd okkar nemenda. Við erum öll að klára 10. bekk sem stund sem margir hafa beðið eftir. Sumir með eftirvæntingu og örlitlum létti en aðrir myndu kannski vilja 1 ár í viðbót. Það var árið 2015 sem við mættum klár í slaginn að byrja í skóla. Á litríku hjólunum okkar með allt of stóra tösku og fiðrildi í maganum. Þar tóku þær Gunnhildur, Vala Vals og Eygló Karls á móti okkur með bros á vör.
Við vorum að hefja nýtt ævintýri og við vissum ekkert hvað væri framundan. Á yngsta stigi fannst okkur ekkert skemmtilegra en að skella okkur út að leika saman, fara í 1 krónu eða syngja saman í rólunum. Í öðrum bekk fengum við mjög skemmtilegt verkefni sem var að föndra og búa til stórubókin okkar. Í 3. bekk tók svo Karen Birgis við af Gunnhildi en Vala og Eygló héldu áfram með okkur. Karen kom sko sannarlega sterk inn í leikinn með vikulega nuddtíma sem urði afar vinsælir mjög hratt. Ekki má gleyma yndislegu Gurru okkar sem kom inn í árganginn með sinn útbreidda faðm. Við kláruðum svo 4. bekk út í kofunum og fórum í skemmtilega Reykjavíkurferð þar sem við meðal annars heimsóttum Bessastaði, Alþingi áður en við færðum okkur svo á miðstigið. Miðstigið var heldur betur upplifun. Í 5. bekk fengum við glænýtt kennararteymi sem samanstóð af Villu, Ella og Hermanni. Þegar við vorum cirka hálfnuð með 5. bekk skall COVID á með miklum látum og hefðbundinn skóladagurinn breyttist alveg. Dögunum og okkur var skipt í helming, annarkvort vorum við fyrir hádegi eða eftir hádegi. Eina sem skipti máli var að vera með flotta grímu, vel lyktandi spritt og kom ekki nálægt hver öðru. Í 5. bekk fórum við á Eiríksstaði sem var mjög áhugavert. Við vorum líka mikið í útikennslu með Hermanni að tálka og gerðum margt fleira sem tengdist útiveru. Villa, Elli og Hermann héldu áfram með okkur upp í 7. bekk en Hermanni var skipt út í hálfleik og Kristel sett inn á í hans stað. Þarna var gelgjan að byrja og mjög mikið fjör í árgangnum. 7. bekkur, stelpufundir og óskaveröldin. Auðvitað frábær ferð í Reykjaskóla þar sem var mikið drama, borðaði góður matur og við áttum saman dásamlega samverustundir. Ekki má gleyma hárgreiðslukeppninni og þegar okkur var bannað að fara í Bjarnaborg á 1. degi vegna þess að við vorum of mikið læti. Einnig voru ansi margir sem komu heim með COVID í ferðatöskunni. Unglingadeildin tók svo við og fjörið hélt áfram. Fyrstu böllin, fermingafræðslan, vatnaskóir og endalausir stelpufundir. Nýtt teymi tók svo völdin við komum upp í 9. bekk. Þær Hekla, Lilja og Úrsula voru svo heppnar að fá að klára skólagönguna með okkur. Ekki má gleyma Einari okkar sem vorum svo heppin að fá að hafa með okkur seinasta árið. Vítahringur var lokaverkefni okkar og má með sanni segja að það við fært okkur nær hvort öðru. Þetta leikrit kenndi okkur að margt smátt gerir eitt stórt. Þar þurftum við öll að vera á sömu blaðsíðunni til þess að framkoma þetta. Þótt að þú varst ekki á sviðinu, þá voru samt allir að gera eitthvað. Sumir að vinna í sjoppunni og setja upp salinn og aðra að safna styrkjum. Við erum ótrúlega stolt af þessum glæsilega söngleik og hvað hann gerði fyrir okkur. Samheldni, vinskapur, þakklæti og kærleikur eru allt orð sem okkur efst í huga. Takk Einar fyrir að nenna okkur, við vitum að þetta var ekki alltaf auðvelt. Lokaferðin okkar stórkostlega í Skagafjörðin mun aldrei gleymast. Stemmingin var frábær allan tíman, alveg frá því að við settumst upp í rútuna í Grundó og frá því við fórum úr henni aftur þar 2 dögum seinna. Bongo blíða, dynjandi tónlist, riverrafting, paintball, þrautabrautin, hæfileikakeppnin, galsin og útiverun á kvöldin í fiðrinum fagra stendur upp úr. Samveran það sem við metum mest. Við erum svo ótrúlega þakklátt fyrir tíman okkar í grundaskóla og við vitum að þegar við lítum tilbaka þá minnumst við hans með mikilli hlýju. Takk elsku starfsfólk fyrir alla hjálpina. Við værum ekki hér án ykkar. Virðing, samvinna og traust eru orð sem fylgja okkur inn í framtíðina. Sérstakar þakkir fá umsjónarkennarar okkar, Hekla, Lilja, Úrsula, auk Gurru og Einars. Gefum gott klapp. Geggjað teymi sem við kveðjum hér í dag. Takk fyrir að þola okkur og að vera alltaf til staðar. Við munum sakna ykkar. Grundaskóli og verður alltaf skólinn okkar. Það ein manneskja sem hefur fylgt okkur nánast alla skólagönguna. Það Guðrún Eiríksdóttir eða Gurra okkar eins og við köllum hana. Hún hefur séð að snýta, skeina, knúsa og hugga okkur í öll þessi ár. Hér kemur smá myndband henni til heiðurs. Þú ert frábær. Og hjálpsum. Frábær. Dugleg. Fyrirmynd. Yndisleg. Einstök.
Ótrúleg. Klár. Snillingur. Hjartarhlý. Ríkisum. Gáfuð. Uppáhalds amma. Geitir og göngurókur. Fallegust. Dífa. Einstök. Hvetjandi. Traust. Dugleg. Þolinmóð. Bjartsýn. Myndarleg. Jákvæð. Traust. Skemmtileg. Góð hjörti. Geitin. Hugra. Amazing. Laug. Takk fyrir allt. Við elskum þig. Það er 2009 árgangurinn. Já, við erum með smá glaðning fyrir kennarateimið okkar. Fáðu ykkur upp á svið. Já, og Einar og Gurru. Já, þú sagði mækin? Já, og Einar og Gurru líka. Takk fyrir okkur, árgangur 2009 kveður. Já, þú, Gurra mín. Takk fyrir þetta, falleg orð og þótt einmitt væntum, grundaskóli verður alltaf okkar og hann er alltaf ykkar. Alveg sem ég sagði upp að það eru því sem hefur gert skólana því sem hann er í dag. En þá er komið að teiminu hér fyrir aftan mig og títtnefnd Gurra sem að ég fekk svona fallega kveðju á svo sannarlega skilið allar að fá að tala til ykkar inn í byrjun. Þannig að gjöru svo vel. Elsku hjartans krakkarnir mínir, árgangu 2009. Þá er þessari skólagöngu ykkar að ljúka 10 ár í grundaskóla og ég hef verið svo heppin að vera með ykkur í 7 ár. Ég á svo mikið í ykkur, þið eru svo flottir krakkar, dugleg, fyrirferðamikil, hávaðasöm, hæfileikarík, skemmtileg og yndislega persónur hvert á sinn hátt. Ég hugsa tilbaka, við erum í 3. bekk, að reyna að ná að láta ykkur öll lesa, sé hjá einum nemandanum að amma hans hefur verið dugleg að hjálpa honum að lesa heima. Segi við hann hvað hann sé heppinn með ömmu sína. Þá svarar hann, kendu þú kannski ömmu minni að lesa? En hún er nú töluvert eldri en ég. Þið eru í 4. bekk, út í eyju, hérna við hliðina. 4 drengir vildu ekki koma inn úr frímínútum, sem gerðist oft. Mjög ósáttir og þá tekum maður bara upp mölina og lætur rigna yfir húsið. Þið eru í 7. bekk. Ég er að reyna að komast upp hólinn í snjó og hálku til að stoppa einn sem skildi ekki að mætti ekki vera einn á hólum og ýta öllum niður. Þið eru komin í 8. bekk, svo óheppin að þurfa að fara út í frímínútum og samt komin á unglingastig. Enginn sagði neitt og allir eru sáttir. Jæja, þá eru þið komin í 10. bekk. Einn nemandinn biður mig að sækja hleðslu. Ég horfa á hann og ég held að hann sé að biðja drykkin hleðslu. Meina innstungu, segir hann og þá fatta ég að hann þarf að hlaða tölvuna sína. Ég næ hleðslusnúruna og rétti honum. Hann segir takk Gurra og brosir.
Ég fæ tár í augun. Eitthvað hafa þau lært. Nú eru þið á leið út í lífið, hvað sem vali verður, viljið þið þá muna að vera góð við alla og brosa, því eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Ég óska ykkur krakkar til hamingju með áfangan og ykkur foreldrar til hamingju með þessi frábæru börn. Og takk kærlega fyrir öll góðu árin í grundaskóla og gangi ykkur vel og bjarta framtíð og munið að þið eru alltaf velkomin í heimsókn í grundaskóla, ykkar Gurra. Sko, áður en við byrjum okkar ræðu, þá var Elís Þór með nokkur orð sem hann vildi koma til skila til ykkar. Og hann segir hérna, elsku besti árgangur 2009, uppáhalds árgangur minn. Því miður er ég ekki með ykkur hér í dag til að fagna brautskráningu ykkar úr grundaskóla. Ég sendi ykkur mína bestu kveðjur leið og ég óska ykkur til hamingju með útskriftina. Þið voru einstakir nemendur sem gáfu mér ógleymanlega minningar, hvert og eitt ykkar á góðan stað í hjarta mínu. Gangi ykkur vel í hverju því sem þið takið ykkur fyrir hendur, við sjáum sem fyrst. Bestu kveðjur og knús frá mér, Elís Þór. Þá byrju okkar. Elsku besti árgangur 2009, hvar eigum við að byrja? Mikið óbúslega erum við stolt að standa hér í dag og geta sagt að við séum kennararnir ykkar. Við fengum að vera þess heiðurs aðnjótandi að leiða ykkur síðasta spölinn og skólagöngun ykkar. Eitthvað sem við hefðum aldrei viljað missa af og erum mjög þakklátar fyrir. Margt hefur verið brallað og margt hefur drifið á dag okkar og þrátt fyrir ýmsar hindranir er komið að því að þið ljúki grunnskólagöngu ykkar. Þegar þið loksins komist á úlingastig, þá fengu þið ekki einu sinni að vera með úlingunum, heldur voruð þið látin dúsa eftir með miðstíðinu og fenguð ekki að hafa tyggjó og þurftuð að fara út í frímó. Þið eru samt svo fyrirferðarmikil að þið voruð ekki lengi að eigna ykkur svæðið, þannig að þegar úlingadeildin var loksins saminuð, þá voruð þið búin að taka yfir 10. bekkjarsvæðið þrátt fyrir að vera bara í 8. bekk. 8. bekkur tók ansi mikið á, bæði fyrir nemendur og starfsfólk og virtust vera sem sumir var að reyna á hverjum einasta degi hversu langt þeir getur gengið á þolmörk hvors annars og starfsfólksins. Það urðu síðan breytingar í 9. bekk þegar Hekla og Gurra urðu þar einu sem fylgdu ykkur upp og Lilja og Úrsula bættust við. Mörg ykkar voru ansi smeyk þar sem bekkirnir höfðu verið stokkaðir upp og allir því líka að fá nýjan kennara einhverju leyti. Margir supu kveljur þegar þeir heyrðu að Grippan hún Úrsula væri að mæta á svæðið og óskuðu þess margir að hún yrði ekki kennarinn þeirra. Blessunarlega þegar þau fengu að kynnast henni þá sáu þau að það þurfti ekkert að óttast. Síðustu 2 ár hafa þó Hekla og Lilja verið duglegar að nýta sér hana til þess að þagga niður í krökkunum eða halda pistilinn yfir þeim þegar allt fór úr böndunum. Einar Viðars kom svo til sögunar í 10. bekk, bæði sem leikstjóri og 4. kennari. Og ég er náttúrulega svo gömul að ég þarf að setja upp gleru. Herðu, elsku bestu börn. Enn og aftur, ekkert eðlilega hávær, hress og fyrirferðarmikil. Það má líka svona segja það að þið sjáu svolítið heiminn stundum bara út frá ykkar eigin þörfum, en það þarf samt að minna ykkur stundum á að þið eru partur einni stóri heild og það þurfa að taka tillit til allra sem gengur nú oftast vel þegar ég tek pistilinn. En það hefur sýnt sig að þegar á reynir og sama hvað við gerum með ykkur, þá eru þið alltaf til fyrirmyndar. Standið ykkur með stakri prýði, eru kurteis og góð og okkur kennurunum er alltaf hrósað hvar sem við komum með ykkur fyrir frábæran og samheldinn hóp. Og það er náttúrulega bara ómetanlegt og bara, ég segi bara hrósa foreldrar ykkar fyrir að hafa alið ykkur svona vel upp og náttúrulega okkur líka.
Síðastliðið skólaár hefur verið mjög viðburðaríkt og gefandi en líka skemmtilegt. Við lögðum á stað í lokaárið með það markmiði að þjappa okkur saman og að verða heild. Við náttúrulega settum á svið Vítahring þar sem að þið náttúrulega slóið í gegn. Vá, þið voru svo flott og við erum ekkert eðlilega stolt af þessum árangri eins og fram hefur komið hérna áður og bara hvað þið gáfu ykkur í þetta. Þetta er alveg langt og strátt ferli, þetta er alvöru. Svo er það þessi lokaferð, nei þú veist, ég nægis ekki ennþá. Við höfum aldrei verið í svona miklum hita, við búum náttúrulega Akranesi og það fer aldrei yfir 12 gráður hér. En sólin skein sínu skærasta, eðlilega, þið voru komin. Og þið voru til fyrirmyndar í einu og öllu, kurteis og góð, gengu vel fórum þess að tiltölulega snemma að sofa. Og svo var líka bara þessi samkennd og samheldni, það var engin út undan, við vorum einn hópur, þetta var frábært. Bara, þetta er bara eina ferðan sem ég mun aldrei gleyma, þetta var geggjað. En það er skrítin tilfinning að standa hérna núna og horfa á ykkur, ég sé reyndar ekki rosalega vel að því þið vitið þetta eru lesgleru, en nú skilja leiðir, svona að vissu marki, við erum nú alveg búin að ákveða nokkuð date hérna og næsta ári í bakaríinu og alls konar. Og þegar öll er á botning hvolft, þá er það samt það sem skiptir öllu máli muniði að vera góð manneskja. Það segir allt mann og skiptir öllu máli í lífinu. Það er það sem fólk tekur mest eftir í fari ykkar. Og bara það sem þið geti verið hvað sem er, verið þá vingjarnleg. Ef við megum líka þessu við eitthvað, við fórum á flug með þetta. Fyrst var það lundapísjan við sjávarmálið sem sé sjóinn og fer að fljúga, en við endum á þetta, við varum eins og ungamömmur sem var að sleppa takin á ungunum sínum og þeir þurfa núna að fara að treysta á sjálfan sig og við treystum ykkur fullkomlega til þess. Þið eigið stað í hjarta okkar, bara okkar og allra hérna í Grundaskóla. Það verður aðeins hljóðbarara hérna þegar þið verið farin. Við óskum ykkur alls hins besta og hlökkum til að fylgjast með afrekum ykkar á komandi árum. Flýtið ykkur hægt og munið að njóta augnabliksins til hamingju. Takk fyrir þetta, aldeilis fallega kveðjur og það runnu nokkuð tár hérna sá ég, enda ekkert skrítið og ég ætlaði einmitt að taka hérna undir bara, mér langar að segja að hérna þegar ég tók á móti ykkur í haust, þá baði ég ykkur ég sagði hérna, það skiptir ótrúlega máli, þið eru elsti árgangurinn, þið eru fyrirmyndirnar. Og þeir hafi svo sannarlega sýnt það í vetur að þegar á reynir að þá eru sko klárlegar flotta fyrirmyndir. Þannig að hérna tek sko undir orð þeirra þriggja og Gurru líka. Þá ætla ég að bjóða hérna fyrir hönd foreldra þá Viktor Elvar Viktorsson og Hannibal Hauksson sem ætla að flytja, hérna ég veit ekki hvað þeir ætla að flytja, þeir ætla að koma henni upp, við skulum sjá hvað þeir hafa að segja. Ég veit ekki hvað er hægt að segja eftir allt þetta, sérstaklega ræðuna hjá krökkunum, stórkostleg. Ég er búin að vera með eitthvað í auganu núna síðustu mínúturnar, þannig að þetta gæti orðið erfitt. En elsku bestu útskriftarnemar, starfsfólk Grundaskóla og foreldrar. Gömul kynni gleymast ei, segir í textaðinu. Við Hannibal, við erum vinir frá fornu fari og nágrannar og við erum lifandi sönnun þess að maður rekst alltaf á gamla vini og þá sem maður er að umgangast í daglegu lífi aftur og aftur. Og þegar það hvarflaði að mér að fá Hannibal með mér í lið með að flytja hérna nokkur orð, að þá hérna var það ekki mikið vandamál af því að við áttum í virkilega góðu vinasambandi
hérna áður fyrir sem ég mjög þakkláttur fyrir. Og þess vegna segi ég við ykkur og okkur öll hér í dag, náttúrulega þetta er svolítið ítrun í gangi hérna eins og kennararnir vilja hafa, gleymum ekki að vera góð hvert við annað. Við munum alltaf hitta náungan við alls konar aðrar aðstæður og það er fátt eins óþægilegt og að hitta einhvern aftur eftir langan tíma sem maður í hjarta sínu veit að maður hefur mögulega gert eitthvað á hlut þess. Þannig að lykillinn einhvern veginn að farsælu og góðu lífi er, eins og við búum að segja margoft hér í dag, að vera góð manneskja. Það þarf heilt þorp til að ala upp barn, stendur einhvers staðar, og skólasamfélagið hér á Akranesi er virkilega stór þáttur í því þorpi. Og stundum finnst manni ef til vill of stór þáttur. Ég veit að þessi orð koma kannski fullseint fyrir þennan foreldrahóp, en við foreldrar mættum ef til vill vera duglegir að ræða saman og aðstoða börnin okkar við að eiga góð samskipti án þess að þurfa endilega að blanda skólanum og því góða samfélagi í þau samskipti. Ég hef trú á að það sé ef til vill oft hægt að leysa málin með góðum samskiptum heima fyrir og á milli okkar foreldra. Það er að ýmsu að taka þegar kemur að því frábæra starfi sem unnið er hér innan grundaskóla. Þó hlýtur, og það aftur er ég að ítra, fara með það sem er búið að segja, þó hlýtur uppsetningin á leikritinu Vítahring að koma upp í hugan. Sú samkennd, gleði og dugnaður sem einkenndi það verkefni, bæði hjá nemendum og ekki síður hjá okkur foreldrunum, var frábær. Ég þykist vita að krakkarnir eru svo sannarlega reynslunuríkari og margir komu verulega óvart með miklum hæfileikum sem að þau vissu ekki að þau bjuggu yfir. Og gott dæmi er svo bara Nói og Max hérna á. Frábær. Bara gefum þeim aftur gott klap. Skóli sem hefur starfsfólk eins og grundaskóli, sem hefur kjark, dug, slatta af þolinmæði og þor til að takast á við verkefni eins og þetta er svo sannarlega ríkur skóli. Og ég vona svo innilega að skólinn haldi áfram á sömu braut og leyfi komandi 10. bekkingum að upplifa og takast á við verkefni eins og þetta. Svo það gleymist nú ekki, þá vil ég fyrir hönd okkar foreldra færa öllu starfsfólki skólans sem komið hafa kennslu og uppeldi barna okkar á einn eða annan hátt, okkar bestu þakkir fyrir samstarfið. Án ykkar stæðu þessi frábæru krakkar ekki hér í dag. Fellow kids. Dagurinn í dag. Þetta er dagurinn sem þið munu öll muna alltaf. Þið trúið kannski ekki núna, en það er samt í alvörunni þannig. Þið erum búin að ná ákveðnum áfanga. Þið eru útskrifast úr grunnskóla. Sko, allir mánudagar sem ættir að koma núna hér eftir verða ekki eins og mánudagarnir síðustu 10 ár. Það er ekkert meiri grunnskóli. Þetta er bara búið. Framtíðin er óskrifað blað, en þetta blað munu þið fylla út því framtíðin er ykkar. Í minningunni er ekkert svo langt síðan að við Viktor gengum hérna út úr þessum sama skóla og þið eru að ganga út í dag að útskrifast úr okkar námi. Við löbbuðum út með vasadisk og eyrunum, hlustuðum að kassettum með uppteknum lögum úr útvarpinu, fórum heim á hjólun okkar sem við knúðum með okkar eigin löppum, kveiktum á mótuminu sem hringdi okkur inn á internetið þannig að heimasíminn var upptekinn á meðan og enginn gat náð sambandi við heimilið. Síðan löbbuðum við út á vídeólegu, leiðum okkur spólu í tilefni útskriftarinnar. Þarna hugsaði maður, framtíðin, hvað ættir að breytast? Við höfum allt. En svo var aldrei þess ekki. Og við erum nokkuð vissir að einhvert ykkar sem er hér í dag í salnum er hugsað þetta sama þegar við komum til lappar hérna út með símann í vasanum, tengdan þráðlaust í eyrað, hlustandi á lög í einhverju streymisveitu, tengd við internetið en samt hægt að hringja í ykkur, en þið svarið ekki og fara svo og velja ykkur mynd á Netflix. Framtíðin, hvað ættir að breytast? Það er búið að finna allt upp. Hér er allt til alls.
En bíðið bara, þið ættir að breyta ykkur og þið ættir að breyta helling. Þegar maður horfir yfir svona hóp, svona heilan árgang, þá er þetta gaman að sjá hvað þið eruð öll alls konar. Þið eru nefnilega einstök hvert á ykkar hátt og það er nauðsynlegt. Því líkt og þið, þá er lífið alls konar. Við þurfum nefnilega á alls konar að halda því ekkert eitt virkar á allt eða alla og allt þarf á einhverju öðru að halda til að virka. Þetta er flókið, en þetta er svona. Já, og við og verkefnin okkar erum alls konar en myndum heild og við þurfum okkur öðru að halda. Það er nefnilega engin keðja sterkari en veikasti hlekkurinn. En lífið á að vera skemmtilegt en á sama tíma ábyrgt. Það er vissulega fullt af óvæntum hlutum og rétta leiðin er ekki alltaf létta leiðin. En við þurfum að prófa eitthvað leiðilegt til að kunna meta það sem er skemmtilegt og við þurfum að upplifa erfitt til þess að þekkja auðvelt. Við þurfum að upplifa skóla með myglu til að gera okkur grein fyrir hvað skóli án myglu er góður. Það var eitthvað sem enginn pældi í áður. En sama hvað, þá verður ferðalagið alltaf þess virði að komast á áfangastað. Eins og áður sagði, þá verður þið einstök og þið eru hvert og eitt ykkar ólík og verðið það alltaf. En þið tilheyrir samt alltaf þessum hópi, árgangi 2009 eða 09 eins og þið kjósið sannlega að kalla ykkur, sem útskrifast saman úr grundaskóla, sama hvað. Já, eins og Hannibal segir, leiðið ykkur líka að vera ung og ábyrg. Það liggur ekkert á að vera fullorðin. Það er miklu skemmtilegra að vera ungur, trúið okkar. Við höfum prófað hvoru tveggja. Þið eigið nefnilega eftir, ef Guð lofar, að vera fullorðin svo lengi. Svo geymið það og njótið æskunnar. Rétt í lokin þá viljum við minna á það að þessi ræða, hún var ekki samin með aðstoð gervigreindar. Hún var samin með aðstoð mannlegrar greindar og samhyggju þar sem við settumst saman og horfðum í augun á hvor öðrum og fundum út úr þessu. Það eru sjálfsagt skiptaskoðanir yfir því hvort að greind okkar Hannibal sé yfir höfuð svo mikil, en í það minnsta þá er hún beint frá hjartanu og einstök á sinn hátt, en ekki unnin út frá gagnagrunni stórfyrirtækis í Ameríku. Krakkar, gleymið ekki að hugsun ykkar er einstök og það sem býr í huga ykkar og hjartar á alltaf að fá að heyrast. Það er miklu áhugaverðara en það sem gervigreindin getur kokkað upp, enda er það bara gervigreind. Vissulega getur verið gott að nýta hana og annað í hugmyndavinnu og aðstoða við ýmislegt, en án hugmyndaflugs og sköpunargleði ykkar verður lífið einsleitt og litlaust og allar hugmyndir stiftar í sama formið. Nýtið því tæknina en gleymið ekki gleðinni sem býr innra með ykkur og þeim styrk sem hugur ykkar hefur að geyma. Hafið hugrekki til þess að vera öðruvísi. Takk fyrir okkur, en við höfum víst að afhenda hérna einhverja gjöf. Ég var gleymd að segja þetta. Þú afhendir það. Þetta er sem sagt af því að árgangur 09 náttúrulega er að fara hérðan og þar lendi lækkar háaðastöðuleika þar að þau ákveða að gefa hátalara svo að þau gleymist ekki. Þannig að það kannski kemur einhver úr teiminu og móttekur þetta. Úrsula, já hún einmitt. Það þarf einhvern veginn að þakka niður í henni. Takk fyrir okkur. Við þiggjum þetta með þökkum. Það verður nefnilega þannig, krakkar, á næsta ári. Það verður yngra og eldra úlingastig. Já, þið eru ekki einu fórnarlömbin hérna. Þannig að ég held að yngra úlingastigi verður ótrúlega þakklátt fyrir að fá kannski að nota þennan hátalara. Bara takk kærlega fyrir okkur.
búin. Já. Herri, jæja, þá bara komið að lokum hjá okkur og að sjálfsögðu eru aðaleikarinnir okkar hér í dag sem ætla að ljúka þessari dagskrá og það er búið að segja svo margt fallegt til ykkar krakkar, tileinkið ykkur í dag og aftur innilega til hamingju, við erum stolt af ykkur og þið eru stórt hjarta hérna í Grundaskóla hjartanum. Þannig að ég ætla bara að bjóða ykkur krakkar að koma upp á svið og gera ykkur klár. Já, það verður síðan hægt að taka hópmynd af þeim þegar atriðið er búið. En leyfum fyrst atriðinu að koma af stað.